Kæru kandídatar, starfsfólk og aðrir gestir, til hamingju með daginn. Þetta fallegu dagur, gleði dagur. Veðrið með okkur og ef ég væri bligasjúkur og aðrir akureyringar, þá myndi ég segja ykkur að veðrið væri alltaf svona. En það ekki staðan, þannig að við skulum njóta veðursins og dagsins. En kæru kandídatar, það komið að þessu. Þetta dagurinn ykkar og þið eruð að klára þetta maraþón sem háskólanámið Og ég get alveg ímyndað mér það að þegar þið löbbuðu hérna inn í fyrsta skipti þá hafi þessi dagur verið svolítið svona fjarlægt markmið, fjarlægur draumur. Það var allavega þannig í mínu tilfelli þegar ég kom hérna inn í fyrsta skipti í tíma nýnemi í fjölmiðlafræði, var einmitt hér einhvers staðar satt þarna í fyrsta áfanga sem hét vinnulag í háskólanámi. Og það voru liðnar svona 10-15 mínútur á þessum tíma og ég hugsaði, guð minn almáttugur, þessu mun aldrei ljúka. En ég kláraði þennan tíma og kláraði svo þessi 3 ár, ég var reyndar rúmlega 3 ár en við þurfum ekki að fara út í það, að klára það nám og það var bara frábært, kynntist frábæru fólki, kennurum og þetta bara gekk og ég var bara mjög stoltur af því þegar ég satt hérna í ykkar spórum fyrir nokkrum mánuðum síðan og útskrifaðist, þannig að þið megið vera mjög stolt yfir því að hafa klárað þetta. En þið eru ekki alveg búin að klára þetta, það eru svona 20-30 metrar eftir af þessu maraþón hlaupi, það hingað upp á svið, það þetta hér og það svona eiginlega ekki hægt að klúra þessu héðan af nema bara detta og ég ætla að biðja ykkur að sleppa því. Við erum búin með 3 svona athafnir og það engin dottið, það engin pressa en það bara vandræðalegt fyrir okkur öll ef þið dettið. Nokkuð praktísk atriði, það eru ljósmyndarar hérna út allt og þeir eru glæsilegir, taka góða myndir, ég get votta fyrir það, þannig að þið megið slökkva bara á símon. Það líka vandræðalegt ef síminn fyrir að hringja, ekki síst þið aðstandendur, þið viljið ekki vera foreldrarnir sem eru með símon sem eru að hringja. Dagskrá hátíðarinnar bara mjög hefðbundin því að Áslaug Ásgeirsdóttir rektor háskólans flytur ávarp og hún mun ganga hér fyrst í salinn ásamt Elínu Díönu Gunnarsdóttur, starfandi forseta hug- og félagsvísinda sviðs og Boga Ágústssyni sem heiðursgestur háskólahátíðar í ár ásamt deildarforsetum fræðasviðs. Ég vil biðja ykkur að rísa úr sætum. Gjörðu svo vel. Góðan daginn á þessum blíðvirði stegi hérna fyrir norðan. Kæru kandidatar, aðstandendur, Bogi Ágústsson sem heiðursgestur háskólahátíðarinnar, samstarfsfólk og góðvinir skólans. Verið hjartanlega velkomin á háskólahátíð Háskólans á Akureyri 2025. Brautskráning úr námi á háskólastigi eru alltaf tímamót. Það því heiður að fá að segja nokkur orð við brautskráningu kandidata í dag. Þessi dagur þýðir að þið og aðstandendur ykkar, aldrei að gleyma þeim, hafið náð settum markmiðum og því ber að fagna. Háskólahátíð Háskólans á Akureyri sameiginleg hátíð okkar allra og gerir árangur ykkar og háskólasamfélagsins alls sýnilegan öllum. Þessa helgi brautskráir Háskólann á Akureyri 591 kandidat. Þetta stærsti brautskráningarhópurinn frá upphafi skólans. Þessi stóri hópur endurspeglar stöðugan vöxt skólans sem heldur svo áfram. Því næsta haust hafa nefnilega fleiri sótt nám en nokkru sinni fyrr. Það okkur mikið gleðiefni og sýnir að stöðug vinna til að efla og styrkja nám og rannsóknir hefur skilað sér til þeirra sem að leita að áhugaverðu og krefjandi háskólanámi. Mörg ykkar hérna
vegna þess að námsform í Háskólanum á Akureyri fjölbreytt. Það ljóst að sveigjanlega námið með lotum hér á Akureyri hendar fólki. Það gerir háskólanum kleift að mennta fólk allt land og einnig víða erlendis. En það gleymist stundum að við erum með stóran hóp af stúdentum sem búa á Eyjafjarðarsvæðinu. Og þau eru duglega að gera skólan að sínum með því að vera reglulega á háskólasvæðinu og ég held að þið kannist kannski öll við teppið hérna á annarri hæð, ekki satt. Það það sem að stúdentar læra og hittast og svona, eiga góða stundir saman. Fjöldi kandidata og smæð hátíðasals háskólans sem svo falleg umgjörð brautskráninguna þýðir að við erum með 3 athafnir í dag. Í morgun útskrifuðum við 214 kandidata úr heilbrigðisvísinda- og raunvísindasviði. Núna erum við að útskrifa 114 kandidata úr hög- og félagsvísindasviði og síðast en ekki síst þá útskrifum við 101 kandidat úr diplomanámi núna á eftir. Og það sem ég þakklátt Boga Ágústssyni, heiðursgesti háskólahátíðarinnar, að vera hér í dag og flytja ræðuna sína 3 svar. Það eru ekki allir sem hefðu hugsað sig 2 svar, en hann gerði það ekki og ég þakkaði kærlega fyrir og það verðt að minnast þess að dóttir hans útskrifast úr Háskólanum á Akureyri úr hjúkrunarfræði fyrir 5 árum síðan, þannig að hann þekkir skólan. En þegar kom að því að velja háskólanám, þá ákváðu þið að Háskólanum á Akureyri hendaði ykkur. Þó að það sé kannski fjarstæð hugsun núna, eða ef þið ákváðu að bæta við nám síðar, að þá vonum við svo sannarlega að þið hafið okkur aftur í huga. Vöxtur og styrking námsins hjá okkur gerist ekki í tómarúmi og því vil ég beina þökkum mínum til kennara og starfsfólks skólans. Það leggur mikinn metnað í að búa til umgjörð fyrir fjölbreytt nám og kennslu sem liður í að skapa nýja þekkingu og það ykkur að þakka að Háskólinn á Akureyri hefur áunnið sér traust bæði meðal stúdenta og samfélagsins sem við þjónum. Háskólinn ekki einungis vettvangur kennslu og rannsókna. Hann líka samfélag. Háskólinn á Akureyri staðsettur utan höfuðborgarsvæðisins og því gegnum við því mikilvæga hlutverki á Akureyri og á Norðurlandi og á landsbyggðinni allri. Á þeim nærri 38 árum sem skólinn hefur starfað hefur hér verið byggt upp öflugt þekkingarsamfélag og það samfélag þjónar öllum byggðum landsins og gerir íbúum dreifðari byggða kleift að sækja sér háskólanám. Þetta skiptir máli, ekki aðeins fyrir svæðið, heldur fyrir landið allt. Við erum stærsti skólinn á landinu sem menntar fólk utan Reykjavíkur. Þannig tryggjum við að þekking og ný þekking dreifist landið allt og sé ekki bara bundin við höfuðborgarsvæðið. Þetta skiptir sköpum fyrir Ísland og að þekking og nýsköpun fá að lifa og dafna sem víðast. Hugmyndir geta fæðst hvar sem er. Í viðræðum hugsanlega sameiningu við Bifröst til dæmis höfum við lagt áherslu á að hér starfi áfram öflugur landsbyggðarháskóli sem stuðli að búfestu í landinu öllu. Háskólanum á Akureyri og starfsfólki hans finnst mikilvægt að vera virkur þátttakandi í samtímanum. Það gerir hann með því að miðla rannsóknum bæði út frá fræðilegum forsöndum og hagnýtum þörfum. Ein birtingamynd samfélagsins hér á Háskólanum á Akureyri eru þær ráðstefnur og viðburðir sem við stöndum reglulega fyrir. Með þeim opnum við dyr fyrir samtal, fyrir þekkingarmiðlun og nýsköpun sem eflir tengsl á milli fræða og samfélags. Á skólaárinu sem að líða má til dæmis nefna nýlega ráðstefnu í samvinnu við utanríkisráðuneytið sem bar titilinn Norðurslóðir í breyttum heimi. Þar var rætt minnkandi öryggiskennd í þessum víðferma heimshluta sem á stærði Afríku, ef þið hafi ekki átt okkur því, og því lykil hlutverki sem að litla Ísland gegnir. Einnig var haldin ráðstefnu gæði kennslu, þar sem fræðafólk ræddi áskoranir nútímans og mikilvægi nýrra kennsluaðferða við að miðla þekkingu í síbreytilegum heimi. Sjónaukinn, hinn árlega ráðstefna heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviðs, lagði áherslu á eflingu farsældar og hvernig mætti tryggja að allir einstaklingar, óháð getu, hafi tækifæri til að leggja sitt til samfélagsins og tryggja þannig inngildingu þeirra á Íslandi. Að lokum ætla ég líka nefna ráðstefnuna Löggæsla og samfélagið sem haldin á hverju hausti og hefur unnið sér sess að vera mikilvægur vettvangur fyrir umræður öryggi, traust og þróun í samskiptum almennings og lögreglu. Á þessum loka degi menntunar ykkar í bili
að þá ætla ég að hvetja ykkur til að halda sambandi við skólan með því að kíkja stundum á hvað við erum að gera hérna fyrir norðan. Til dæmis gætu þið skoðað að mæta á ráðstefnur sem flestar eru líka í streymi og þannig haldið þið áfram að læra. Þessar ráðstefnur og aðrir viðburðir eru dæmi hvernig háskólinn ekki einungis til staðar fyrir stúdenta og fræðafólk, heldur fyrir samfélagið allt. Kennarar og starfsfólk skólans mynda líka samfélag þar sem þekking og kennsla í beinu sambandi við stúdenta skólans. Þá skiptir ekki máli hvort þið eru í fjarnámi með lotum eða eru búsett á Akureyri og mæti reglulega í skólan. Stúdentar mynda sín samfélög hvort sem á netinu, í heimabyggð eða meðal staðnema hér á Akureyri. Í lotum hitta svo allir þessu hópar og þar sem þið unnuða verkefnum, rædduð fræðin og kynntist hvert öðru, bæði í skólanum og kannski í miðbæ Akureyrar. Á bar kannski? Ég vona sem flest ykkar brautskráist með nýjan og fjölbreyttan vinahóp í farteskinu. Saman mynda svo kennarar, stúdentar og starfsfólk þekkingarsamfélag sem mikilvægt fyrir Ísland allt. Það lykillinn að frekari þróun háskólans að við höldum áfram að eflast og stækka og verðum við vonandi annar stærsti háskóli Íslands í framtíðinni. Kæru kandidatar, þið hafið svo sannarlega verið mikilvægur hluti af samfélaginu okkar. Hvar sem þið búið á landinu. Ég vona að þið brautskráist héðan ánægð og fullst traust með þá þekkingu sem þið hafið aflað ykkur. En þið hafið ekki aðeins lært á bók, heldur einnig tekið þátt í störfum skólans og félagslífi. Stúdentar sitja til dæmis í mikilvægum nefndum og ráðum og eiga meðal annars sæti á deildarfundum og í háskólaráði. Þannig tryggt að þeir kandidatar sem eru útskrifast í dag hafi haft áhrif á skólan. Þeir stúdentar sem tóku þetta verkefni að sér hafa lagt á sig mikla vinnu samhliða námi í stúdentafélögum við að sinna hagsmunagæslu og með því að halda utan fjölbreytt félagslíf. Störf þessara einstaklinga gerðu Háskólann á Akureyri að ykkar háskóla. Á þessum tímamótum vil ég sérstaklega þakka öllum þeim stúdentum sem sýndu frumkvæði og ábyrgð með því að taka virkan þátt í lífi og starf okkar og unnu að framförum og tryggðu öflugt félagslíf. Einnig vil ég þakka þeim stóra hópi sem hafa verið rödd Háskólans á Akureyri og út á við, kynnt námið okkar og tryggt að verðandi stúdentar hugsi til okkar sem valmöguleika. Þetta skiptir sköpum og við tökum þessari vinnu ekki sem sjálfsögðum hlut. Við vonum einnig að þið sem eru að brautskrást í dag haldið áfram að tala Háskólann á Akureyri sem frábæran stað til mennta og myndunar samfélags. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri og allra þeirra sem starfa hér vil ég þakka ykkur innilega fyrir allt það sem þið gerðu til að bæta háskólann. Sem háskóli gerum við margt vel en það alltaf hægt að gera betur og ég legg til að við klöppum fyrir þessum einstaklingum. Takk fyrir. Kæru kandidatar, framtíðin sem býður ykkar ekki endilega einföld, en hún opin og býður upp á tækifæri til að nýta þekkinguna á fjölbreyttari hátt en ykkur kannski órar fyrir. Það ykkar að móta þá framtíð sem þið viljið og hafa áhrif á þeim vettvangi sem þið hafi valið ykkur. Ég vona að þið gerið það af ábyrgð og látið gott af ykkur leiða. Háskólinn á Akureyri hefur alltaf verið og enn stoltur af þeim sem brautskrást í þaðan. Við vitum að þið eftir að láta til ykkar taka hvert sem leið ykkar liggur. Takk kærlega fyrir að hafa verið hluti af samfélaginu okkar. Gangi ykkur vel og hjartanlega til hamingju. Já, þá komið að því sem þið eru mætt til þess að sjá. Það brautskráning kandidata. Þetta eru yfir 100 manns sem koma hérna upp og ég vil biðja ykkur að klappa bara eftir hverja deild eða braut, þannig að við séum ekki bara klappandi hérna í hálftíma og allir orðnir þreyttir og vandræðalegir. Það samt sjálfsagt að klappa eftir viðurkenningar og svo þetta þriðja útskriftin og fyrir þá sem að springa úr stolti, þá má koma með svona hvítvinskonu, woo! Það var nokkri tekið það og það bara virka fínt. Elín Díana Gunnarsdóttir, starfandi forseti hug- og félagsvísinda Sviss, brautskráir kandidata á sínu sviði og henni til aðstofar eru deildar forsetar sviðana. Kæru kandidatar, ágæta háskólasamfélag og aðri góði gestir.
Það mér mikill heiður að vera með ykkur í dag og fagna þessum merka áfanga í lífi ykkar. Í dag fögnum við afrekum ykkar, jafnt stórum sem smáum, en öll hafa þau krafist þrautseigju, aga, þolinmæði og æðruleysis. Háskólanámi nefnilega aldrei einföld vegferð og síðustu ár hafa borið með sér margvíslegar áskoranir. En einmitt í áskorunum felast tækifæri til þroska og vaxtar. Þið hafið tekist á við verkefnin sem fyrir ykkur hafa legið, leitað lausna, beitt gagnrýnni hugsun, unnið í samstarfi við aðra og sýnt sveigjanleika í nálgun ykkar. Þessi hæfni á eftir að koma sér að góðum notum. Örugglega farin að gera það nú strax, sko. En það vegna þess að við lifum auðvitað á tímum mikilla breytinga, þar sem tæknin með þróun gervigreindar í fararbroddi hefur nú þegar áhrif á það hvernig við vinnum, lærum og sköpum. Hún býður upp á nýja og fjölbreytta möguleika en kallar einnig á siðferðislega umræðu og vangaveltur. Hér gegna háskólar lykil hlutverki. Að vera ekki aðeins vettvangur þekkingar sköpunar heldur einnig staður gagnrýnnar hugsunar og siðferðislegar ábyrgðar. Þið, kæru kandidata, eru hluti af þeirri viðleitni ekki bara aðlagast nýjum tækniheimi heldur móta hann af ábyrgð. Á þessum tímamótum vil ég sérstaklega beina sjónum að hlutverki okkar allra í að skapa réttlátt, fjölbreytt og inngildandi samfélag. Staðreyndin sú að það hafa ekki allir jafnan aðgang að menntun og tækifærum. Það fá ekki allir tækifæri til að láta rödd sína heyrast og það eru ekki allir sem finna sér örugga í því samfélagi sem við öll tilheyrum. Háskólinn á Akureyri hefur lagt áherslu á að byggja upp samfélag þar sem fjölbreytileiki styrkleiki, ekki undantekning. Þar sem mismunandi sjónarhorn mætast og skapa dýpri skilning. Þar sem ólíka raddir fá að heyrast og móta umræðuna. Þið, kæru kandidatar, hafi verið hluti af þessu samfélagi og gert það ríkara með ykkar þáttöku. Þið hafi lært að hlusta, ekki aðeins á fyrirlestra, heldur hvert annað. Þið hafi æft ykkur í að skiptast á skoðunum á gagnrýnin og ekki síður uppbyggilegan hátt. Og þið hafi upplifað hvernig samvinna ólíkra einstaklinga auðgar. Það einmitt þessi reynsla, þessi hæfni að hlusta, að ræða, að rýna og að byggja upp sem gerir ykkur ómetanlega þáttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Nú þegar þið hefði næsta kafla, hvort sem hann felur í sér áframhaldandi nám, störf eða eitthvað annað, vil ég hvetja ykkur til að halda áfram að beita rödd ykkar og þeirri hæfni sem þið hafi öðlast til að byggja upp samfélag sem sanngjarnt og opið öllum. Kæru kandidatar, með dagurinn í dag verða ykkur hvatning, ekki aðeins til að fagna því sem áunnist hefur, heldur til að leggja ykkar að mörkum áfram. Notið tækifæri í lífinu til góðs, fyrir ykkur sjálf, fyrir samfélagið og fyrir framtíðina. Og innilega til hamingju. Og þá komið að aðalmálinu. Nú fyrst fyrir fram brautskráning frá félagsvísindadeild. Mér langar að biðja Sigurð Kristinsson, deildarforseta, að koma upp á svið og vera með til aðstoðar. Fyrst verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í félagsvísindum. Arnar Leó Þórisson. Við reynum að gera þetta svona til að létta stemminguna. Ársól Ingveldur Aðalsteinsdóttir. Elisabeth Hall Sölvadóttir, Heiða Guðný Ásgeirsdóttir. Hildur Ösp Randversdóttir, Margrét Davíðsdóttir. En Margrét hefur sýnt afburðar árangur í námi til BA-prófs og með hæstu meðalengun brautskráðra bakkalánema í félagsvísindadeild. Fyrir þessa glæsilegu frammistöðu hlýtur hún viðurkenningu félagsvísindadeildar.
Urður Eir Arnaldsdóttir. Þuríður Hall Sölvendóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í fjölmiðlafræði. Katrín Ósk Axelsdóttir. Katrín Birta Björgvinsdóttir. María Silvía Garðarsdóttir. Tinna Björt Jónsdóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í lögreglu og löggæslufræði. Embla Dögg Sævarsdóttir. Fanney Ísaksdóttir. Guðrún Helga Guðbjörnsdóttir. Harpa Lind Þrastardóttir. Helga Rún Einarsdóttir, Lilja Sigurðardóttir, Tinna Marín Sigurðardóttir og Þór Þórðarsson. En Þór, sem ekki viðstaddur, hann hlýtur viðurkenningu frá ríkislögreglustjóra fyrir góðan námsárangur í lögreglu og löggæslufræði. Einn kandidat brautskráist með BA-próf í nútímafræði og það Eyþór Möller Árnason. En þá brautskráningu frá félagsvísindadeild lokið. Nú fer fram brautskráning frá kennaradeild. Ég vil biðja Guðmund Engilbertsson, deildarforseta, að koma upp á svið og vera mér til aðstoðar. Nú verða brautskráðir kandidatar með B.Ed.próf í kennarafræði. Alex Bjartur Konráðsson. Arna Dögg Hjaltalín. Arna Skaftadóttir. Ágúst Már Steinþórsson. Bryndís Eva Stefánsdóttir. Dagný Rós Stefánsdóttir. Dagný Rós hefur sýnt afburðar árangur í námi til B.Ed.prófs í kennarafræði og með hæstu meðalengun brautskráðra bakkalárnema í kennaradeild. Fyrir þessa glæsilegu frammistöðu hlýtur hún viðurkenningu kennaradeildar. Elín Arna Tryggvadóttir. Elín Helga Þórarinsdóttir. Geir Sigurðsson Voge. Guðrún Birna Örvarsdóttir. Hanna Karin Hermannsdóttir. Harpa Rún Jóhannsdóttir. Heiða Rós Björnsdóttir. Helena Margrét Ásgerðardóttir. Hrafnhildur Ósk Birgisdóttir. Jóhanna Guðrún Karlsdóttir. Júlía Brá Ölversdóttir. Margrét Heba Atladóttir. Margrét Eik Guðjónsdóttir. Marta Gunnarsdóttir. Oddný Bárðardóttir. Sigrún Halldóra Andrésdóttir. Sjöfn Sæmundsdóttir. Silvía Ösp Jónsdóttir. Og þá brautskráningu frá kennardeild lokið.
Og nú fer fram brauðskráning frá lagadeild. Ég vil biðja Davíð Þór Björgvinsson, deildarforseta, að koma upp á svið og vera mér til aðstoðar. Nú verða brautskráðir kandidatar með BA-próf í lögfræði. Amelía Mist Guðmundsdóttir. En Amelía Mist hefur sýnt afburðar árangur í námi til BA-prófs í lögfræði og með hæstu meðalengun brautskráðra bakkalárnema í lagadeild. Fyrir þessa glæsilegu frammistöðu hlýtur hún viðurkenningu lagadeildar. Dalrós Hulda Pálsdóttir. Erla Rún Kóper. Hildur Ósk Erlendsdóttir. Hildur Lilja Jónsdóttir. En Hildur Lilja hlýtur jafnréttisviðurkenningu Sondaklúbbs Akureyrar fyrir BA-ritgerð sína sem ber heitið Gender-Based Hate Speech and Digital Violence, Examination of International Law and Nordic Legislation. Kolbeinn Gauti Friðriksson, Lilli Ásrún Birkisdóttir Jöllum. Margrét Lilli Einarsdóttir. Stefania Rut Hansdóttir. Telma Hrund Tryggvadóttir. Og þá brautskráningu frá lagadeild lokið. Og nú verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í sálfræði. Ég vil biðja Richard Eirík Dettinen, deildarforseta, að koma upp á svið og vera mér til aðstoðar. Þau eru nokkur að brautskrást í sálfræði. Aðalheiður Ásdís Budjak Þórudóttir. Agnes Sara Ingólfsdóttir. Aldís Birna Björnsdóttir. En Aldís Birna hefur sýnt afburðar árangur í námi til BS-prófs í sálfræði og með hæstu meðalengun brautskráðra bakkalárnema í sálfræðideild. Fyrir þessa glæsilegu frammistöðu hlýtur hún viðurkenningu sálfræðideildar. Alma Björk Hafsteinsdóttir. Amila Sabínudóttir. Anita Lísa Svansdóttir, Anna Marta Söebekk, Ágúst Elí Björgvinsson, Ásgerður Halldórsdóttir. Bára Bryndís Viggósdóttir, Berglind Sif Jónsdóttir. Bergljót E. Hermóðsdóttir. Birta Elíasdóttir. Bryndís Brim Baldvinsdóttir. Edda Sigrún Guðmundsdóttir. Elsa Karen Þorvaldsdóttir Sæmundsen. Emilía Nótt Önundardóttir. Freydís Þóra Bergsdóttir.
Freyja Feldskov Jannerup. Gabriel Sólon Sonjusson. Guðbjörg Inga Söbekk. Guðrún Benedikta Arlín Diðriksdóttir. Guðrún Heimisdóttir. Hafdís Kristný Haraldsdóttir. Helena Rut Héðinsdóttir, Helena Ír Tryggvadóttir, Helga Margrét Sigurbjörnsdóttir. Herborg Rut Geirsdóttir. Hilde Björk Didriksen Smith. Hildur Rós Blom Ágústsdóttir. Inga Lára Guðlaugsdóttir. Íris Anný Hini Þórisdóttir. Kara Ingólfsdóttir. Karen Ósk Ingadóttir. Katrín K. Brím Gísladóttir. Katrín Birta Haraldsdóttir. Katrín Eva Óladóttir. Kolbrún Yrsa Stefánsdóttir. Kristey Rut Konráðsdóttir. Lena Gunnlaugsdóttir. Líney Lea Geirsdóttir. Maríanna Sól Hauksdóttir. Rakel Kristín Júliusdóttir. Sara Líf Ármannsdóttir. Sara Dís Gunnarsdóttir. Sigurða Kristín Leifsdóttir. Sigurrós Eir Guðmundsdóttir. Silja Fanney Steinsdóttir. Steinun Fjóla Jónsdóttir. Sveinn Verneri Sveinsson. Telma Rut Gunnarsdóttir. Telma Rut Sigurðardóttir. Valgerður Friðriksdóttir. Valgerður María Júliusdóttir. Veiga Petrega Guðbjörnsdóttir. Víona Vætjunate. Þorgerður Agla Magnúsdóttir. Og Þórdís Björg Ingvadóttir. Og þá brautskráningu frá sálfræðideild lokið og þar með sviðinu öllu. Ja, þetta gekk til hamingju, öll með þessa síðustu 20 metra. Næstu ætlum við að fá ávarp kandidats, en það hún Margrét Lilly Einarsdóttir, kandidat í lögfræði, sem mun flytja ávarp fyrir hönd kandidata. Gjör svo vel, Lilly. Rektor, kjarastarfsfólk, Bogi Ágústsson, aðstandendur, vinir og síðast en ekki síst kæru samnemendur. Það mér sannur heiður að fá að flytja þetta ávarp fyrir hönd kandidata á hug- og félagsvísindasviði Háskólans. Í dag við stödd hér saman, hvert og eitt okkar með sína sögu, sína leið, sína baráttu, en með sameiginlegan áfanga að baki. Við höfum lagt á okkur ótalastur, verkefni, fundi og fyrir mörg okkar langa vetradaga og jafnvel kulda sem náðu bæði líkama og geði.
En við héldum áfram og nú erum við hér samankomin til að fagna deginum okkar. Fyrir mig persónulega hefur ferðalagi gegnum lögfræðina við háskólann verið bæði krefjandi og gefandi. Ég byrjaði með forvitni og fer héðan með þakklæti, þekkingu og traust á getu minni. Það var mér sannur heiður að fá að taka þátt í félagslífinu og starfa í stjórn Þemis, félagslega námi við háskólann, öll mín ár, bæði sem formaður og í öðrum hlutverkum. Í gegnum störf mín í Þemis og félagslífinu blasti það fyrir mér hversu mikilvægt það sérstaklega í krefjandi námi, að eiga samfélag í kringum sig. Það eru ekki bara verkefnin og bóklegu hluti sem mótar upplifun okkar, heldur líka tengslin, traustið og samveran sem að myndast þegar fólk vinnur saman og styður hvert annað. Þar kemur háskólasamfélagið okkar sterkt inn, einstakt samfélag fullt af einstöku fólki. Háskólinn á Akureyri hefur svo sannarlega þá sérstöðu umfram aðra háskóla landsins að bjóða upp á persónulegt og hlýlegt námsumhverfi. Í lotum eða kennslutímum getur meira að segja að vera hætt á því að kennarinn heilsiði með nafni þegar mætir og þá nú ekki aftur snúið. Þetta einstaka samfélag okkar gerir háskólan ekki einungis að góðum skóla, heldur einnig að góðum stað til að vera á. Þar sem smæð okkar skapar mikla nálægð. Ekki bara við kennara, heldur jafnframt milli nemenda. Félagslífið fjölbreytt, stundum óformlegt, en einlægara fyrir vikið. Hvort sem það spjall á göngunum, kvöld á teppinu eða stór viðburðir á vegum stúdentafélags háskólans. Það þessi mennska, þessi nálægð og hlýja sem háskólinn á Akureyri þarf ávallt að varðveita. Því það tengslin á milli okkar sem gerir háskólann svo einstakann. Að lokum vil ég rifja upp orð sem kennari í lagadeild lét falla snemma á seinasta vormisseri. Þau komu án mikillar áherslu en voru mér þó leiðarljós. Að vera ávallt sér sjálfum trúr. Í námi þar sem við greinum samfélög, skoðanir, lög og líf, getur það reynst erfitt að halda eigin sannfæringu. En þessi orð minnti mig á að það ekki veikleiki að spyrja, efast og hugsa sjálfstætt. Það styrkur. Við höfum öll þurft að stíga út fyrir þægindaramann, glíma við efni sem ögrað okkur, ræða við fólk sem sá heiminn öðruvísi og í því felst raunverulegt nám. Að horfast í augu við fjölbreytileikann og læra að vinna með honum. Þessi skilaboð hafa reynst mér dýrmæt áminning. Þau urðu að vegvísi þegar umhverfið var flókið, sjónarmið mörg og svörin ekki alltaf svo einföld. Og mér finnst þessi skilaboð eitt af besta veganesti sem við getum tekið með okkur inn í framtíðina. Nú stöndum við hér á tímamótum. Við höfum öðlast gráðu, en það sem vegur jafnvel þyngra svo hugsun sem við höfum ræktað, dómgrindin sem við höfum mótað og svo manneskja sem við höfum orðið í ferlinu. Og ekki síður, þið megið svo sannarlega vera stolt af þeirri manneskju sem þið eru hér í dag. Og ekki síður þeirri sem hafði kjark og trú til að leggja af stað í þessa vegferð. Sem hefur ekki aðeins fært ykkur gráðu, heldur þroska ykkur sem einstaklinga innan samfélag sem lifa með ykkur. Háskólasamfélagsins okkar. Til hamingju, kæru samnemendur. Til hamingju með daginn og með allt sem þið hafi áorkað. Megið ganga stolt og örugg inn í næsta kafla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Næstan á svið ætla ég að kalla heiðursgest hátíðarinnar en háskólinn ákvað að fara í efstu hillu til að sækja sér heiðursgest í ár. Það ætti nú ekki að þurfa að kynna þennan mann en hann hefur verið auðfúsur gestur á heimilum okkar allavega síðan áður en ég fæddist og það stundu sagt að maður eigi aldrei að hitta hetjurnar sínar því að þær eru trúlega miklu leiðilegri eða miklu verri en þið haldið. Það kjaftaði því að þegar ég hitti hetjuna mína Boga Ágústsson þá var hann svo sannarlega ekki vonbrigði. Hann tók ungum sveita manni að norðan sem var mættur í Efstaleiti til þess að reyna að segja einhverja fréttir, bara mjög vel og var frábær kennari og frábær samstarfsmaður. Ég vil biðja ykkur að taka vel á móti Boga Ágústssyni.
Takk félagi Óðinn. Þetta ykkar dagur, kandidatar. Mér finnst stundum fólk á mínum aldri var að ríða þetta upp áðan. Sko þið hafi heyrt að heimur versnandi fer. Þegar ég sé hóp eins og ykkar, þá get ég ekki sagt annað heldur en bara kjaftæði. Þess vegna ætla ég að byrja á því að láta ykkur klappa fyrir ykkur sjálfum og til hamingju með daginn. Rektor, kennarar, kandidatar, aðstandendur og aðrir viðstaddir. Ég ætla að byrja á því að þakka fyrir þann heiður sem að mér sýndur með því að fá að ávarpa ykkur á þessum merkistegi í lífi ykkar. Við eigum það sameiginlegt að standa á tímamótum. Þið að hefja ævistarfi, sum fara í frekara nám. Ég nýbúinn að ljúka mínu ævistarfi. Þetta ævistarf hefur verið að segja frá og stundum að setja í samhengi atburði, fréttnæma atburði sem hafa gerst á Íslandi og þó einkum og sérstaklega út í hinnum stóra heimi. Og það akkurat það sem ég ætla að tala við ykkur í dag og örvæntið ekki og þó að það komi svona dálítið leiðinleg upptalning. Ég ætla að enda á léttari nótum. En það verulegt áhyggjuefni núna hvernig hattursumræða, tortryggni, hræðsla við framandi hluti og fólk hefur aukist á undanförnum árum. Flokkar og stjórnmálamenn sem byggja málflutning sín á að ala á ótta en ekki von, sundrungu en ekki samstöðu, þeir virðast á stundum njóta sívaxandi stuðnings. Ættjarðarást breytist í þjóðernishyggju eða þjóðernisrembing, þar sem að kynntir undir andúð á öllu öðru. Allt framandi gert tortryggilegt og trúarbrögðum misbeitt, umburðarlyndi og skilningur og trú annara gert tortryggilegt. Maður fær stundum á tilfinninguna að lýðskrumarar vaði uppi, rökhyggja og staðreyndir hafa látið undan í umræðu fyrir afbökuðum og röngum málflutningi og skírskotun til tilfinninga og þá oft höfðað til lægstu hvata, öfundar, hræðslu og græðgi. Það veist með hattursfullum hætti eða kannski af ísmeygilegri kensku að pólitískum andstæðingum. Þeim stundum skipað að hypja sig heim og þeirra réttur til þess að byggja samfélagi sé minni en þeirra sem eru annarar skoðunar eða með annan litarhátt eða annara trúarbragða. Þetta rasismi og oft kvenfyrirlitning, óþol og ofsóknir gegn hinsegin fólki vaða uppi, nokkuð sem að maður hélt að væri liðin tíð fyrir bara 2-3 árum. Og margtuggin með þeim hætti sem að ég hélt að heimurinn hefði fengið nóg af eftir að hafa séð afleiðingarnar af því á fyrri hluta síðustu aldar. Og í Evrópu stöndum við frammi fyrir algjörlega nýjum veruleika. Við sem að héldum að stríð í Evrópu væri ekki lengur möguleiki höfum upplifað að sjá allsherjar innrás Rússa í Úkraínu. Það sem að Pútín þrátt fyrir marg ítrekuð loforðum það hann ætlaði sér ekki að ráðast á Úkraínu, réðist með öllum hersínum þar sem að rússneski herinn hefur gengið fram af ótrúlegri grimmd og eins og alltaf að þá það almennir borgarar og ekki síst börn sem að verða fyrir barðin á hernaðinum. Og það erfitt að þurfa að tala raunir Palestínumanna, bæði á Gaza og á vesturbakka Jórdanár. Þær eru ólýsanlegar. Ísraelsmenn beita þvílíkri hörku að starfsfólk hjálparstofnana líkir Gaza við helvíti á jörðu. Börn að deyja úr hungri og hið ótrúlega hefur gerst að þjóð sem hefur sætt meiri ofsóknum heldur en nokkur önnur þjóð í gegnum 2000 ár. Hún beitir aðra þjóð skefjalausu ofbeldi og við því miður getum afskaplega lítið gert.
Eitt af því sem hefur gjörbreyst á þessum 50 árum sem eru liðin frá því að tæplega ég byrjaði í fréttamennsku netið sem hefur byggt daglegu lífi til hins betra og líka til hins verra. Netið hefur gefið illa þenkjandi fólki og vitleysingum vettvang til þess að romsa upp úr sér allskyns þvælu og samsæriskenningasmiðir geta komið brengluðum kenningum á framfæri á samfélagsmiðlum. Og ég get bara hreinlega sagt ykkur það af mjög langri reynslu að þegar að fólk sér samsæri, þá sé ég oftast klúður, klaufagang og slysni í 99% tilfella. Þeir eru ekkit endilega að koma að ná okkur, sko. Netið sem átt að verða til þess að upplýsa fólk sundrar því gjarnan í fylkingar sem að ræðast ekki við, umræðan verður í hópum þar sem að gagnrýni kemst ekki af, öfgaskoðanir og kenningar verða ofan á og þeir sem hafa hæst tala aðra í kaf. Upplýsingaóreiða, falsfréttir, tröllríða samfélagsmiðlum og því ætla ég að biðja ykkur að vera gagnrýnin á það sem að þið sjáið og lesið. Það regin munur og eðlismunur á því sem að birt nafnlaust á TikTok, Instagram, Facebook, YouTube og víðar og því sem að ritstýrðir miðlar láta frá sér, miðlar sem taka ábyrgð á sínum upplýsingum. Þannig að ég ætla að minna ykkur á og segja ykkur að beitið bara akademískum aðferðum á það ef þið sjáið eitthvað sem ykkur finnst ótrúlegt á netinu. Sannreinið staðreyndirnar. Athugiði hvort að sömu upplýsingar sé að finna hjá fjölmiðlum sem þið getið treyst. Nú frjálslynd lýðræði á undir högg að sækja víðast hvar í heiminum og jafnvel í því ríki sem hefur verið lengst lýðræðisríki á Vesturlöndum sótt að lýðræðinu, ófyrirlitin forseti virðist hafa lýst yfir stríði gegn menningunni, gegn sögunni, sjálfstæði dómstóla, vísindum og jafnvel þekkingunni sjálfri með aðgerðum gegn stofnunum ríkisins og háskólum. Nú ætla ég að vitna í orð Edmund Burke sem var bresk-írskur sagnfræðingur sem var uppi seint á 18. öld. Það ekkert endilega víst hann að hafa sagt þetta en þetta haft eftir honum og þetta orð sem þið ættuð að hafa í huga vegna þess að hann sagði all that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. Allt sem þarf til þess að þið illa sigri að gott fólk ger ekki neitt. Það skylda okkar allra sem að teljum okkur og ég vona við teljum okkur öll svona þokkalega gott fólk að berjast gegn óréttlæti, falsmálflutningi og orðræðu, sundrungar og haturs. Nú ætla ég að láta þessari heimsósóma upptalningu lokið. Við skulum huga því sem hefur færst til betri vegar á þessum 50 árum sem að liðin eru frá því að ég byrjaði að starfa. Heimurinn hefur nefnilega alls ekkert breyst allur til hins verri vegar. Það margt sem hefur batnað. Hann að mörgulítið miklu betri núna en hann var fyrir 50 árum. 100 milljóna hefur verið lyft úr algjörri örbirgð og í flestum löndum heims eru lífskjörin umtalsvert betri heldur en þau voru. 100 milljóna geta notið menntunar sem ekki nutu menntunar. Landlægum sjúkdómum hefur verið útrýmt. Það leyti sem að ég var að byrja að vinna sem fréttamaður. Þá létust árlega 2 milljónir manna úr bólusótt. Bólusótt hefur verið útrýmt. Tilfellum lömunarveiki eða mænusóttar hefur fækkað 99% og heimurinn ríkari og að flestu leyti betri en hann var fyrir 50 árum. Jafnrétti hefur aukist og réttindi minnihlutahópa sömuleiðis. Svo samkvæmt því sem að Hans Rosling, sænski læknirinn sem að gluggaði mikið í tölfræði, segir í bók sinni Factfulness sem kom út fyrir tæpum áratug, þá bjó helmingur mannkins við sára fátækt árið 1966 en aðeins 9% árið 2017 þegar bókin kom út og
raunar dó hann skömmu síðar. Meðalævilengd núna 72 ár, hefur hækkað ekki síst vegna þess að færri ungbörn deyja. Matvælaframleiðsla og uppskeri hefur stöðugt aukist á undanförnum árum. Þær breytingar sem ég vona að þið eigið eftir að upplifa á næstu árum verða líka mikla. Þær eru ófyrirséðar, en við skulum vona að þær verði flestar til hins betra. Vegna þess að við skulum ekki gleyma hinu jákvæða. Við skulum prísa okkur sæl að vera uppi á þessum tímum sem ekki eru fullkomnir. Munum að við búum í einu ríkasta landi veraldar. Hér eru lífsskilyrði, lífskjör og réttindi sem að stór hluti mannkyns nýtur ekki. Við búum við virt lýðræði, mannréttindi, réttaröryggi, jafnrétti, öryggi og frið. Og það er ekki sjálfgefið. Og við verðum að gæta lýðræðisins, taka þátt, kjósa og bjóða okkur fram ef að hugurinn stendur til þess. Heimurinn hefur breyst batnaðar, en hann er langt í frá fullkominn. Og svo ég vitni í annað gamalt rit frá 18. öld. Við lifum því miður ekki í hinum besta mögulega heimi allra hugsanlegra heima, eins og professor Altunga hélt fram í birtingi, Candide eftir Voltaire, Hafsádælubókin í þýðingu Halldórs Laxness, bráðskemmtileg, lesið hana ef þið hafið tíma til einhvern tímann. En það verður ykkar hlutverk, kæru kandidatar, að sjá til þess að heimurinn verði eins góður og mögulegt er. Á stundum virðast okkur lýðskrumsöflin vera í óstöðvandi sigurgöngu og vissulega ráðið of miklu víða heim, en við skulum ekki gleyma því að fjölmennasta múslímaríki heims, Indónesía, gekk til kosninga friðsamlega í fyrra og á sama tíma eða sama ári að þá gekk milljarður manna til kosninga á Indlandi. Meiri hluti mannkyns býr við lýðræði þrátt fyrir allt, þó að það sé kannski ekki jafn fullkomið lýðræði og við viljum búa við, að undanskildu talningafólki í Borgarnesi. Ég ætla undir lokin aðeins að við víkja á trúarlegum málefnum. Rektor orðaði það hérna við mig áðan að þetta væri ákveðnuleyti svona eins og kirkjuleg athöfn, trúarleg athöfn. Já, mikið til í því. Þess vegna leyfi ég mér að segja ykkur frá því að ég er formaður í stjórn lítillar stofnunar sem að Þjóðkirkjan á og er kennd við Dr. Sigurbjörn Einarsson, fyrrverandi biskup. Hlutverk stofnunar Dr. Sigurbjörns er að vinna að skilningi og sáttargjörð. Ég ætla ekki að predika. En ég vil minna ykkur á allt því góða sem finnst í heiminum og vitna aðeins í Biblíuna. Í Jóbsbók segir nefnilega: stattu kyrr og gef gaum að dásemdum Guðs. Þetta skulum við gera. Við skulum muna það. Við skulum líta aðeins út fyrir hversdaginn og reyna að sjá hlutina í stærra samhengi, í sagnfræðilegu samhengi. Ímyndið ykkur ef þið hefðu séð Akureyri fyrir 100 árum. Þá bjuggu afi minn og amma hérna í þessum bæ og þetta er pínulítill bær og húsakosturinn er miklu síðri heldur en hann er núna. Hann er heilsuspillandi, það er ekki heilsugæsla eins og við þekkjum, bara munum eftir þessu. Stofnun Dr. Sigurbjörns, hún vinnur mikið með Skálholtsstað sem var fræðasettur allt til þess að aðsetur biskup frá flutt til Reykjavíkur undir lok 18. aldar. Og á sama tíma, eða rétt áður, skrifaði síðasti biskupinn sem satt í Skálholti, Hannes Finnsson, eitthvað mesta og merkasta sagnfræðirit liðinna alda. Það heitir Mannfækkun af hallarum. Svona ekki mjög, hann fengið þetta ekki samþykkt hjá nútíma útgáfum, þennan titil er í smekurum. Hannes var líklega menntaðastur Íslendinga sinnar aldar og þó að nafnið hljómi ekki mjög uppörvandi, Mannfækkun af hallarum, að þá var hann að skrifa framtíð Íslands og var bjartsýnn á framtíð Íslands. Hann skrifaði meðal annars: Ísland færi tíðum hallæri, en ekkert land í Norðurálfunni er svo fljótt að fjölga á nýjum manneskjum og bústofni sem það og er því eigi óbyggjandi. Það vitum við, Ísland er ekki óbyggjandi. En að skrifa þetta þegar mitt í móðuharðindunum,
það er dálítið stórt, finnst mér. Eldgos, jarðskjálftar og harðindi höfðu leikið landið svo graft að meginþóri bústofns landsmanna var fallinn og 20% Íslendinga, 20% Íslendinga dóu. En bjartsýni Hannesar mitt í þessum ógnum, þessum mestu ógnum sem hafa riðið yfir Ísland, hún var reist á rannsóknum hans og þekking á sögu landsins. Hannes yrði svo sannarlega glaður ef hann gæti litið yfir þennan sal í Háskólanum á Akureyri á þessum fallega sumardegi árið 2025 og þá fengi hann staðfestingu á því að bjartsýni hans var á rökum reist. Látum þá bjartsýni verða nútíma fólki til fyrirmyndar. Það gildir ekki bara á Íslandi heldur allan heim og ég ætla að ljúka orðum mínum í anda þessara tveggja merku biskupa með bjartsýni Hannesar, umburðarlyndi og kærleik Dr. Sigurbjörns og vitna enn í Jóbsbók. Stattu kyrr og gef gaum að dásendum drottins. Gangi ykkur allt í haginn og geriði heiminn betri. Takk fyrir þetta, Bogi. Ég segi bara amen. Góðvinir Háskólans á Akureyri munu nú veita viðurkenningu en það er Berglind Ósk Guðmundsdóttir, formaður góðvina, sem afhendir viðurkenninguna. Gjörðu svo vel, Berglind. Ég var búinlega þyrst ólétt kona en ég ætla að fá sopa. Kæra háskóla samfélag og elsku stúdendar, innilega til hamingju með áfangan. Ég rosalega gaman á svona íþróttamyndlíkingum eins og Óðinn var með áðan með maraþonið. Ég hef aldrei og ég mun sennilega aldrei hlaupa maraþon, en ég hef klárað 2 háskólagráður hérna við Háskólann á Akureyri. Mér reiknast þó til að ef ég ætla að hlaupa maraþon í þessu ástandi núna, að myndi það sennilega taka mig 5 ár líka. En góðvinir eru samtök brautskrára stúdenta frá HA og annara velunnara skólans. Í 21. skipti þá heiðra þau nú kandidata sem hafa unni óeigingjarnt starf í þágu háskólans, til dæmis með kynningu hans, eflingu félagslífs eða þáttöku í hagsmunanefndum. Slík þáttaka er nefnilega gríðarlega mikilvægur hluti af háskólagöngunni, eins og rektor fór yfir í ræðunni sinni áðan. Sem fyrrum stúdent þá er mér mikill heiður að fá að veita þessi verðlaun fyrir hönd góðvina sem vilja tengja saman fyrrum stúdenta og halda utan sameiginlegar góðar minningar. Á stefnuskrá góðvina er meðal annars að efla endurfundi hans og tengslanett stúdenta og ég hvet ykkur öll til þess að gerast góðvinir. En hér frammi að lokinni athöfn eru fulltrúar góðvina að selja góðvina nælunar sem eru svona geggjaðar. Og einnig er þar hægt að skrá sér beint í góðvinni en ég hvet ykkur öll til þess að gera það svo við getum gert gott partí enn betra. Heiðursverðlaunin eru nælur smíðaðar af gullsmiðnum Kristínu Petru Guðmundsdóttur. Nælan er eftirlíking listaverksins Íslands klukkan eftir Kristi Hrafnsson og vísar til árvekni góðs háskólafólks. Við vonum að handhafi beri hana með stolti, til dæmis við hátíðleg tilefni og endurfundi. Einnig fær handhafi heiðursverðlaunina viðurkenningaskjal. Góðvinir veita nú einum kandidat á hug- og félagsvísindasviði viðurkenninguna. Í morgun voru það þær Lilja Margrét Óskarsdóttir, kandidati í yfirþjálfunarfræði og Ragnheiður Rós Kristjánsdóttir, kandidati í viðskiptafræði sem hlutu viðurkenninguna. Hefur ekki að klappa fyrir þeim. Nú í ár er það í grunnnámi á hug- og félagsvísindasviði kandidat í kennarafræðum sem bætist í hóp þeirra öfluga stúdenta sem hloti hafa heiðursviðurkenningu góðvina. En það er hún Bryndís Eva Stefánsdóttir. Til hamingju. Bryndís Eva er því miður ekki hérna með okkur í dag,
En ég ætla þó að fá að lesa fyrir ykkur umsögn hana með vonum að Bryndís Eva sé að fylgjast með í beinni útsendingu. Í umsögn Bryndísi Evu segir: Bryndís Eva var forseti magister árið 2023 til 2024 og leiddi félagið með ábyrgð, metnaði og hlýju. Hún tók virkan þátt í kynningarstarfi skólans og starfaði sem formaður kynningarnefndar SHA 2024 til 2025 og aðstóði þar meðal annars við opna daga og stóra háskóladaginn og fór einnig á landsþing LÍS fyrir hönd SHA 2 ár í röð. Hún sat í stjórn Fjasta þar sem hún kom að spennandi verkefnum tengdum nýjum stúndagörðum. Bryndís hefur verið öflugur fulltrúi stúnda og er vel að viðurkenningunni komin. Til hamingju, kæru stúndar, enn og aftur, munið að fagna hressilega í kvöld. Jæja, þá er þessu að ljúka hjá okkur. Við ætlum að enda þetta hérna frammi. Það er kaffi og kröðeri fyrir ykkur öll til þess að fagna. Þetta er allt gert með kúnstarinnar reglum, hvernig þetta endar allt saman hérna. Ég líkti þessu í gær við það hvernig við löpum út úr jarðaför. Ég ætla ekki að gera það, ég ætla að líka þessu við brúðkaup. Þetta er stemmingsdagur, þannig að við löpum svona út eins og í brúðkaupi. Og fyrst fara rektor, heiðursgestur, sviðsforsetar, deildarforsetar, kandidatar og loks aðrir gestir. En fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég kandidötum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn og þakka kærlega fyrir mig.